Kristín, bara til þess að byrja með og segir okkur frá þessari sýningu sem hérna núna. Já, þetta fjölþætt sýning. Hún afar fjölþætt, enda náttúrulega margt sem þarf bæði að sýna og segja frá. Þetta samstarfsverkefni Landverndar og Ólafs Sveinssonar og okkar, það að segja Náttúruverndarsamtök Austurlands. Og hér erum við að sýna náttúrulega, já, má eiginlega segja bara náttúrulega fjölbreytni. Hér náttúrulífsmyndir, hérna erum við með dýralífsmyndir, við erum með skordýramyndir, við erum með náttúrumyndir, við erum dálítið að segja söguna, við erum að segja fortíðarsögu og hugsanlega eitthvað sem stefnir í að vera framtíðarsaga. Þannig að við erum með hlutasýningarinnar undir verkefni eða sem sagt, já, til dæmis virkjunarverkefni sem eiga eftir að fara í gang. Þegar maður að skoða verkin, það fyrsta sem maður sér þessi náttúrufegurð og lífríki, það sér að skapa listina hérna. En svo þarf maður að horfa aðeins lengra til þess að sjá söguna í myndunum. Í raun og veru það kannski má segja að við erum að segja sögu þjóðar í landi. Því að það náttúrulega þetta land sem hefur mótað okkar samfélag og okkur sem einstaklinga og okkar sögu. Við erum að sýna hvað var og við erum að sýna hvað hugsanlega það sem á að verða. Yfirskrift sýningarinnar enginn veit hvað átt hefur fyrir mist hefur. Þannig að þau viðvörunarorð endurspeglast líka í myndunum að nokkru leyti. Þessi viðvörunarorð, hérna eru myndir af fallegri náttúru sem við gætum mögulega glatað og þetta eru mjög sterk skilaboð. Já, þetta eru myndir sem af svæðum sem hugsanlega munu hverfa undir vatn eða þorna upp ef verður af fyrirhuguðum virkjunum. Og þessi skilaboð, þetta eitthvað sem maður má alveg taka til sín. Þetta saga sem maður kannski ekki endilega alltaf meðvitaður Nei, og fólk náttúrulega mismeðvitað og ég held að reyndar það muni eiga sér stað töluverð vakning, bæði í framhaldi af sýningunni, en líka sögum þess að til dæmis í sumar hafa Íslendingar ferðast mjög mikið sína náttúru. Og maður sér í öllum fjölmiðlum að fólk mikið að ganga og ferðast og þá kviknar held ég þessi tilfinning fyrir ekki bara fegurðinni heldur þessu stórkostlega dýrmæti, þessu einstaka dýrmæti sem þetta allt saman og það hversu raun og veru, ég held að hljóta að vakna með fólki þessi tilfinning að því beri skylda til þess að vernda það og flytja það áfram svo aðrir megi njóta. Nú erum við mjög stolt af landinu okkar og þeim perlum sem við höfum hérna. Við erum stolt að sýna þær, en við getum á sama hátt, á mjög einfaldan hátt, glata þeim. Mjög auðveldlega, það þarf lítið til, það ekki endilega bara þessar aðgerðir og framkvæmdir sem hugsanlega fyrir hugaðar heldur síðan langtíma seinni afleiðingar af þeim sem þarf líka að skoða. Þetta viðkvæmt, lífríkið náttúrulega alveg gríðarlega viðkvæmt og jafnvel spurning það hvort það hreinlega þoli bara það að við komum til þess að vera og njóta, það það viðkvæmt. Þannig að þetta bara verndun okkar náttúru og náttúrufarsins að mínu mati í raun og veru bara ein meginskylda okkar sem Íslendinga. Hérna erum við að skoða stórkostlega myndir en við viljum nú í framtíðina að við eigum þetta ekki bara á mynd. Já, við lifum sérkennilega tíma og við skuldum náttúrulega framtíðinni ýmislegt og ekki síst það að eins og sé, gefa þeim kost á að ekki bara sjá þetta, heldur upplifa sig sem einstaklinga og sem mannverur í þessu umhverfi. Ef við hugsum það, nú bý ég hér út í sveit og þar hefur verið búið frá landnámi. Í 1100 ár hefur fólk gengið þar þar liggja minjar í jörðu, þar náttúrufarið eins og það mjög sérstakt. Þessu hefur haldið við, fólk hefur nytjað þetta gegnum tíðina, það hefur lifað með þessu, það hefur fært af sér nýja kynslóðir, haldið landinu við og fært af komandi kynslóðum. Ætlum við að verða til þess að á 20-30 ára tímabili þá bara hverfa þessar víðáttur, náttúrufarið breytist á 20-30 árum eftir 1100 ára búsetu. Það mjög sérkennilegt til þessu. 20-30 ár, þetta gerist nefnilega á hröðum tíma og við hreinlega getum séð þetta bara með okkar eigin augum og þú hefur séð í þínu nærumhverfi hvernig náttúran getur breyst á skömmum tíma. Já.
og við þurfum bara að hafa varan á okkur. Þetta, sko, það náttúrulega, það eru ákveðin hagræn áhrif og sem að fólk að sækjast eftir af þessu, en ég held að þetta hljóti afstáð okkar til náttúrunnar og þess sem við ætlum að gera með hana hlýtur að kalla eftir einhvers konar endurskoðun á verðmætamati, á því hvernig við skynjum raunverulegan hagvöxt, hvort hann einfaldlega fjárhagslegur eða hvort hann felur eitthvað annað í sér. Þetta náttúrulega hluti af hamingjuhagkerfinu að halda upp á þetta og vernda það. Þannig að það sannarlega situr eitthvað eftir hjá manni eftir að maður heimsækir þessa sýningu hér. Það ætla ég rétt að vona og náttúrulega vona bara að sem flestir komi til þess að skoða. Ekki síst fólk af svæðinu sem að jafnvel hefur ekki enn farið þetta Það vídeóverk hérna líka, ef þú segir mér aðeins frá því. Já, stóra þetta annars vegar brot úr mynd sem að var gerð Ómar Ragnarsson og hans stórkostlega starf. Og forvarnir sem að því miður skiluðu ekki tilætluðum árangri varðandi Kárahnjúkavirkjun og í raun og veru, það bara algjörlega makalaust hvað Ómar Ragnarsson hefur gert og gerði á þessum tíma, á eigin forsendum, á eigin spýtur og á eigin kostnað. Svo erum við líka með brot úr mynd sem ekki búið að sýna. Það eru 2 myndir í bígerð, sami höfundurinn Ólafur Sveinsson sem á hluta þessari sýningu líka og í raun og veru sýningastjóri hér. Hann búinn að vera að vinna að heimildamynd annars vegar náttúrufar í kringum Kárahnjúka eftir virkjun og síðan einhverju leyti samfélagið og svona félagslega þætti sem að fylgdu með. Það verður mjög spennandi að sjá þær myndir þegar þær koma. Þetta eru mjög áhrifarík myndbrot. Enginn veit hvað átt hefur fyrir mist hefur. Það sem við höfum mist, við getum nýtt það til þess að læra af því. Í raun og veru, sko, í mínum huga, nú tala ég sem náttúruverndarsinni, manneski sem lifi í og með náttúrunni alla daga og fyrir mér það í raun og veru það mikilvægasta sem að ég get komið nærri. Ég get í raun og veru, það eina sem ég get vonað, það eina sem ég get leyft mér að sjá sem jákvæða hluti við þá eyðileggingu sem ég nú þegar horfi upp á að við lærum eitthvað af því. Mér finnst í raun og veru, ef að Kárahnjúkar skila okkur einhverju, þá það ekki rafmagnið. Það það að við látum þetta aldrei henda aftur. Að það verði minnisvarði það að við höfum lært af reynslunni.